mér finnst mjög skrítið að fulltrúar verkalýðshreyfinganna séu að beita sér fyrir hagsmunum þessara svörtu sauða. Af því að þú sérð það sko, þetta bitnar á langflestum af þeirra félagsmönnum. Því þegar það er eins og þú segir, þegar þetta er alltaf stóðst eftir sko lægsta samnefnaranum, þá er einfaldlega allir jafnaðir niður. Þarna er stjórnvöld að taka helming húsnæðisins út fyrir almenna húsnæðismarkaðinn, markaðinn sem ætti klárlega að vera að leggja áherslu á, flestir vilja vera á. Það er vilji almennings að vera á þessu markaði. Og þarna eru stjórnvöld þess í stað að skikka sem flesta til þess að gerast leigutaka. Hagkvæmasta húsnæðið er húsnæðið sem hefur þegar verið byggt. Þegar við erum að tala að styðja við fyrstu kaupendur. Af hverju erum við að beina þeim inn í nýbyggingar sem eru byggðar til að tikka í box HMS sem snýr að hlutdeildarlánum? Ég meina hagkvæmasta húsnæðið er það sem hefur þegar byggt. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið Alvörubón, Ljárdalur.is, Bæjarins bestu pilsur, Polsen og Happy Hydrate. Nú ef þú ert að hlusta á þetta núna í opnu streymi, þá getur þú farið inn á pardus.is/einpæling til að fá þennan þátt á undan öðrum, samhliða því að fá hann án auglýsinga. En snúum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Gunnar, hvernig líður okkur? Þú líður bara ágætlega, veðrið er fínt og bjart úti og við erum hressir. Já, þetta er búið að vera fallegt. Það er alltaf gaman að tala um veðrið. Þetta er sérstaklega sem að hlustendur eru búin að vera að kalla eftir að maður sé að tala um veðrið. En það er búið að vera helviti gott veður. Maður er ánægður með þetta. Þú ert Gunnar Ólafsson hjá Viðskiptaráði. Hvaða stöðu sinnirðu hjá? Hagfræðingur Viðskiptaráðs. Já. Þið eru búin að vera að tala um margt og mikið, sérstaklega undanfarið. Og við ætlum svona að reifa einhver af þessu hlutum. Mér langar að byrja á starfsmannavernd opinberra starfsmanna. Nú er ég opinber starfsmaður sjálfur, hef unnið á sambýli í 15 ár og nýt þess mikið. Af hverju teljið þið að mín réttindi séu of mikil og af hverju vil ég grafa undan starfi BSRB? Já, við skulum bara byrja á byrjuninni. Svona í fyrsta lagi þá við bendum á það uppsagnarvernd opinberra starfsmanna, hún er þreföld á við það sem þekkist á almennum vinnumarkaði. Og til að byrja á byrjuninni, þá er uppsagnarverndin sem slík, hún er ekki réttindi opinberra starfsmanna. Ég kem kannski betur inn á þá eftir, heldur, var hún upphaflega hugsuð þegar hún var leidd í lög 54, áminningaskyldan, og svo síðan taka stjórnsýslulögin við. Þá er allar þessar kröfur sem voru gerðar og eru gerðar til starfsmannhalds hjá hinu opinberra, raun að segja til að vernda hagsmuni skattgreiðenda og þeirra sem reiða sig á þjónustu hins opinberra. Þannig að skulum bara hafa það alveg á hreinu að þetta telst ekki til réttinda opinberra starfsmanna. Engu að síður þá eru það, sem við bendum í okkar úttekt, þessir svörtu sauðir hjá hinu opinberra sem njóta góðs af því að vera í skjóli þessara ríku uppsagnarverndar. Og þá veltum við fyrir okkur, hver eru þessi svörtu sauðir? Já, við bendum á það að þau ófrávíkjanlegu skilyrði sem gilda starfslok opinberra starfsmanna, þau verða raun að sé til þess að þrátt fyrir misbresti eða trúnaðarbrot eða eitthvað slíkt í starfi, þá vinna þessi skilyrði gegn því að það sé hægt að segja þessum starfsmönnum upp. Og þannig haldast svartir sauðir lengur í starfi hjá hinu opinberra. Og geta þar valdið miklu tjóni í afköstum, gæði þjónustu og síðast en ekki síst á aðra starfsmenn hins opinberra. Já. Það er eitt sem mér er mjög umhugað eftir að ég rannsakaði Landspítalann sérstaklega og skoðaði starfsmannahald þar og var að skoða mannafla og hvernig fjármagn úthlutaðist og hvernig hvatar væru innan kerfisins. Og það sem hefur og mér langar að leggja það svolítið til grundvallar í þessum umræðum er að það er mjög einkennilegt að fylgjast með því. Og eins og segi, ég er búinn að vera opinber starfsmaður sjálfur í mjög langa tíma. Ég er fulltrúi hjá Sameiki og fleira. Ég hef aldrei skilið af hverju það er svona mikil tregða hjá sérstaklega stéttarfélögunum og bara í opinberu kerfum almennt að hvatakerfin séu til staðar. Þá er ég ekki að tala um að hvatakerfin séu einhvern veginn öðruvísi, ég er að tala um að það séu yfir höfuð til staðar. Og það maður hefur einhvern veginn að fylgjast með því og ég held að allir viti þetta bara að núna sérstaklega eftir því að opinber, opinber laun, bara laun hjá hinu opinbera, urðu jafn mikilvæg á einkamarkaðnum, þá hefur þessi þróun komið til með að aukast alveg gríðarlega. Ég sendi fyrirspurn á velferðarsvið Reykjavíkurborgar fyrir 4 árum
nei, fyrir 2 árum þar sem ég spurði sko hver hver þróun starfsmannahalds á milli áranna 2019-2023 hefði verið bara á velferðarsviði Reykjavíkurborgar og það kom í ljós að það hefði verið 33% aukning á stöðugildum. Þá erum við að tala um heil stöðugildi, getur vel fleiri starfsmenn alltaf sem eru bara hlutastarfi eitthvað þannig. Og ég hugsaði með mér, hvernig getur þetta gerst á sama tíma og það var slökkt á hagkerfinu á engamarkaði í COVID að eitt svið hjá Reykjavíkurborg fór úr 1800 starfsmönnum í 2285 held ég að ég að fara með rétt. Ég bara skildi þetta ekki. Já, sko, mér finnst þetta áhugavert og þetta mynd komið inn á, sko, þú talar þarna að launin stjórn áþekk milli þess að tveggja markaða og við bentum á það í útgáfi hjá okkur og viðskiptaráð núna í lok árs þar sem við kallum dulbúin kaupauka og fórum þar yfir sko það sem kallast sko sérréttindi opinberra starfsmanna og þar kom í ljós að ef þú tekur sko þessa launapælingu og leggur hana alveg til hliðar og skoðar sko líka bara hvað önnur kjör en laun bjóða starfsmönnum hins opinberra þá sko jafngildi þetta það bil 18% kaupauka. Heildar sem sagt kjarabótin sem felst í því að hafa styttri vinnutíma, það felst í því að hafa lengri veikindarétt, ríkari uppsagnarvernd og meiri orlofsréttindi. Þannig að þegar maður að bera saman sko í fyrsta lagi þessi laun milli markaða þá skiptir svo miklu máli að horfa líka til heildar kjarana og að því gefnu að þessi tveist að starfsmaður hjá einkageira opinbera sem með sömu laun þá nýtur opinberi starfsmaðurinn sko sérréttinda til viðbótar sem þessi 18% kaupauki. Þannig að ef maður vill raunin sem bera saman sko sömu kjör þá ættu þau að jafna að vera 18% lægri hjá hinn opinberi til að segja heyrðu þetta eru tveir aðilar einn aðili sko jafnvel settur hvort sem hann kjósi að vinna í einkageiranum eða hjá hinn opinbera. Það var almenn sátt þetta fyrir ekki svo mörgum árum þar sem að var bara gert ráð fyrir því að kjör væri aðeins lakari út af því að kjör þín væri svo miklu betri varðar öll þessi gæði sem að þú ert núna að tala um reynda stytting vinnuvikuna kemur svo ofan á þetta samhliða náttúrulega jafnháum launum sko. Já, þetta sko þetta breyting sem hófst kannski ég hef svolítið fyrir þessu útgáfi hjá okkur varðandi uppsagnarverndina þá var ég svolítið að skoða breytingarnar, lögum réttindi og skyldur starfsmann ríkisins, það tekur gildi árið 96 ég var svolítið að skoða þar greinargerðirnar og umsögn annarra þar og þá sjáum við að frá því að sko áminningaskyldan var fyrst leitt í lög og þessari ríkari, hvað var það sko auknar kröfur þegar kemur að starfslokum opinberra starfsmanna sem var leitt í lög áminningaskildunni 54. Síðan þá hefur hlutverkins opinberra breyst mjög mikið. Þá var hlutfall opinberra starfsmanna vinnumarkaðurum sko það byrja 7%, í dag það nærri því að vera 30%. Þarna sjáum við hvernig hlutverkins opinberra hefur breyst mikið á þessum 70 árum og það raun að sé til marka að sko mörkin milli þessara tveggja marka, þau hafa svolítið svona orðið óskýrari og í því felst að þegar mörkin milli hlutverka í einkageiranum hjá hinu opinberra og starfa og það eru sérfræðingar beggja vegna borðsins sem sinna kannski svipum störfum þá kannski eðlilegt einhverju leyti að sko kjörin fara að jafnast þar á milli hvað var það sko samkeppni og þess áttar en þá þurfa fleiri þættir líka að breytast til dæmis hvað var það sko sveigjanleiki starfsmannahaldi því að mörg opinber fyrirtæki og einhver tilfelli sko stofnanir að sinna þjónustu sem að einkaaðilar bjóða líka upp á þá verður þetta alltaf vera stillt til jafns hvað var það sko sveigjanleiki starfsmannahaldi hvað var það gott og vel að það launin hafa síðan svolítið jafnast þarna á milli en þessi sérréttindi þau hafa svolítið gleymst 2016-17 þá var þetta byrjað að skoða að jafna lífeyrisréttindin fyrir þá sko nýja starfsmenn hjá hinu opinbera og við erum að benda á það að það þarf líka að skoða þessu uppsagnarvernd það þarf líka við teljum að það hefur ekki stór mistök hvað var það innleiðingu tilraunaverkefnisins styttingu vinnuvikunar og útfærslan þar hafi verið alveg á skjön við þau markmið og raun og kannski þau loforð sem voru gerð sem snerist þessa innleiðingu það að sko þetta myndi hvorki verða kostnaðarauki né leiða til skertra þjónustu en við sjáum að hvort tveggja hefur sko gjörsamlega klúðrast þjónustan mörgum tilfellum lakari vegna fyrstulega bara vegna styttri vinnutíma og ég bara get örugglega gefið mér það að einhver hluti á þessari stöðugilda fjölgun sem þú talar sem var hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar
Hvað tímabil var undir, sagðirðu? 2019 og 2023 ef ég er með þetta Einmitt, þarna kemur stytting vinnuvikuna sennilega skýrir sko einhvern hluta þessara þróunar óháð því hvort að afköstin sko, afköst starfsmanna verður alveg eins, þá bara heyrðu, þetta er umönnunarstörf og þú þjónustar einstakling ekki hraðar, þetta væntanlega mörg störf sem krefjast bara mikillar viðveru og jafnvel allan sólarhringinn og sólarhringurinn styttist ekki með styttingu vinnuvikuna sko. Nei, þannig að þetta kallar þá bara meiri mannafla og tekur þá þýðir þá óbreyttu að það séu þurfa fleiri einstaklingar en ella að sinna þessum tilteknum störfum, það tekur störf sem annars verður getur unni á nú opinbera, tekur störf úr einkageiranum og minnkar raun að segja bara okkar framleiðslu getu samfélagsins og þar með sko verðmætin sem við sköpum og velferðina þegar uppið staðið sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarf á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og svo var náttúrulega sett inn eitthvað hvatakerfi, eða kerfi sem heitir vaktakvati sem var algjört klúður samhliða þessum. Ég sagði það nú á sínum tíma þegar það var að vera að móta allir lífskjarasamningana að þarna voru teknar í mann ekki einhverjar 18 breytur í einu og ég sagði þið verðið, sko þeir eru með stór kerfi og þeir eru að reyna að meta það hvað áhrif það hefur á kerfi, sérstaklega ófyrirsjáanlega áhrif sem eru oft fyrirsjáanleg en bara sjást ekki hjá þeim sem eru að vinna þetta. Að ég var að segja, skilurðu, þannig eru með kjarasamninga sem hefur verið til 4 ára, þið verðið að fýta kerfið, það er að segja að þú tekur eina breytu, setur hana inn, sér hvaða áhrif það hefur. Svo getur breytur haft mismunandi áhrif á hver aðra, sérstaklega þeir eru að setja bara samfloti en þannig var bara fullt af breytum settar inn í einu. Vaktakvatinn kom inn sem eitthvað svona viðbótar auki sem var stórkostlega einkennilega innleitur og var ekkert innleitur, þessu var bara einhvern veginn kastað á stjórnendum sem hafa enga sérþekkingu á stórum kerfum, voru bara sagðir einhvern veginn að retta þessu. Algjört klúður í alla staði og það voru margir til dæmis millistjórnendur sem voru mjög ósáttir út af því að þeir lækkuðu launum og voru komnir mjög nálagt þeim sem hafði enga menntun í launum, sem er náttúrulega annar stór þáttur sem er ekki mikið rætt er að þeir sem hafa ekki menntun eru rauninu orðnir jafnháir í launum eins og þeir sem eru ómenntaðir. Þannig að það er rosalega mikið að þeir varðar til dæmis kjarasamninga, en mér langar líka að ræða eitt sko sem að er annar þáttur sem að mér hefur þótt mjög mikilvægt að sko svona varpa ljósi á út af því að hann er kannski svolítið óljós. Þú talar þessi rosalega mikið snúist hagsmuni þeirra sem vinna hjá hinu opinbera. En það sem er annar risavandi eins og þú varst að nefna áðan með sko bara umönnun með fötluðum eins og ég hef verið að vinna í sjálfur, að það er rosalega erfitt að meta framleiðni. Það er rosalega erfitt einhvern veginn að meta það hvernig nákvæmlega framþróun á sér stað á svona kjörnum og svo sé hægt að gera það með aukinni færni og þannig, en þetta er ekkert sem sést eitthvað á pappír. En það sem er verra er sko að, og ég er endar alls ekki að tala þann stað sem ég er að vinna núna, heldur ég er að tala aðra staði þar sem þetta hefur gerst, er að sko starfsöryggi fólks er líka ógnað þessu fyrirkomulagi þar sem að lélegir yfirmenn þrífast líka rosalega vel innan þessa kerfis, þar sem þú þarft ekki að sýna fram á neinn árangur, þar sem þú þarft ekki að sýna fram á ágæti í starfi að neinu leyti. Og ég veit til þess að það hefur verið fólk sem hefur verið rekið á röngum forsendum út af því að lélegur yfirmaður er einhvern veginn að fela sína eigin slóð og svo er manneskjan fyrir ofan hana sem hefði náttúrulega átt að reka hana fyrir löngu. Það er ekki gert út af því það er svo erfitt að reka sérstaklega opinbera starfsmenn í stjórnarstöðu. Þetta er líka rosalega mikið sandur í tannhjólinu varðað það hvernig þú ætlar að betrumbæta bara kerfi hjá opinbera, þessum tala ég svo mikið hvata, er að hvatarnir eru líka horfnir hjá stjórnendum að standa sig vel í starfi út af því að það er ekkert sem einhvern veginn þeir geta gert til þess að þeir séu ekki reknir. Eða til þess að þeir séu reknir segja. Og það er það sem mér hefur fundið svolítið út af því ég veit alveg til þess að það líka fólk hefur verið rekið á röngum forsendum þrátt verið það að þetta sé alltaf einhvern veginn sagt að þetta sé sko rosalega mikið kerfi sem er bara jákvætt sko. Það er að segja stjórnendur sem eru búið að við mjög mikið starfsmenn eru ekki líka sko. Einmitt, ég held að þetta er líka góð punktur að því að sko stjórnendur get ekkert síður verið sko svartir sauður en hvað segja, undirmenn þeirra. Ég held að þetta sé sko
á öllum þessum skala og það sem, og ég meina allir stjórnendur hafa sinn yfirmann sko og svo endar þetta bara á ráðherrunum sko þannig að þarna allir skalinn undir, það geta allir verið svartir sauður og mér finnst þetta áhugavert að heyra að tala sko framleiðni og afköst og einhvern veginn umbuna fyrir svona góða frammistöðu eða þetta kannski tvíþætt sko hvernig maður getur skoðað þetta. Það er annars vegar sko að í góðu starfsmannhaldi og raun og sé ekki starfsmannhaldi heldur bara kannski alltaf í því tilfelli þar sem menn sækist eftir því að skara fram úr þá eru alltaf að vera sko gulrót og prikk. Nú ert þú sjálfur þjálfari þannig að þú þekkir þetta fyrirkomulag og ég meina þetta á við í vinnu og þetta á við í íþróttum og þetta á við í öllu sem það tekur sér fyrir hendur sko. Þú verður að geta umbunað eða fengið umbun og svo er einhver afleiðingar því að standa sig ekki jafn vel og þetta getur hvort tveggja verið öllum skalanum og í talandum sko byrjum á príkinu og kannski það er erfiðari umræði í mörgum tilfellum og við teljum þarna að þessi uppsagnarvernd og hún leiðir til þess að þessi svörtu sauður haldist sko í störfum í hinu opinbera á kostnað sko skattgreiðenda þeirra sem reiða svo þjónustus opinbera og starfsmanna sem vilja standa sig í starfi og skara fram úr sem ég held að séu lang flestir opinberi starfsmenn en það eru þessir fáir sem geta valdið sko miklu tjóni, kostnaði og skaða. Hvernig fellur þessi kostnaði til? Við færum rök fyrir því okkar úttekt hann falli til með sko tvenns konar hætti. Og það er í fyrsta lagi bara vegna beinna áhrifa bara lakari afkasta þessara svörtu sauða. Og ég meina þeir sérna við sjáum það við bendum þannig okkar úttekt á 3 sögur og bættum svo 3 viðbót, við erum kannski yfir þær og eftir þar sem að þessi svona misbrestir hafa verið staðfestir og það getur verið slök frammistaða, þetta getur verið einhvers konar trúnaðarbrot, þetta getur líka verið ofbeldi eða áreitni. Og þá komum við hinu þættunum sem eru að svörtu sauðirnir, þeir líka hafa neikvæð áhrif á aðra starfsmenn. Það getur í tilfelli slakra frammistöðu, þá getur það verið sko til dæmis að eitt starfsmaður sér að sá næsti, hann stendur sér ekki, það er ekki tekið á fullnægjandi hætti á hans málum og hann bætir ekki úr sínu ráði, þá veistu, ef að það er einhver afleiðingar fyrir að gera lítið þessi svartu sauði gerir, þannig að hvers vegna á ég að gera eins mikið og ég get, það er ekki umbuna fyrir það. Þannig að það er þessi neikvæð áhrif sem þetta getur haft á aðra, svo getur líka verið að það er mjög margir sem þrífast ekki í svona umhverfi þar sem að það er ekki allir bara á 110 allan tíman. Þeir pakka bara saman og fara annað og þá er þá þessi vinnustaður stofnun, hún þá verður af þessum góðu starfskröftum og eftir sitja þá bara verri mannafli. Svo getur líka verið alvarlegra og það er þegar að sko trúnaðarbrot eða svona ofbeldi eða áreitnistilfelli þegar að það er ekki að taka á þeim málum að því að í áminningarskyldunni felst sko að þú ert að brjóta þér með sambærilegum hætti í tvígang innan tiltekins tímaramma. Þannig að þú gerir bara sama atriði sko og það líður bara nógu langt á milli eða brýtur það með sko mismunandi hætti þá helstu áfram í sko starfinu. Og þetta líka verður til þess að fólki bara líður kannski illa á vinnustaðnum og það hefur líka afleiðingar á afköst og þess aftar. Þannig að þessi kostnaður fellur til með tvenns konar hætti og það er alveg óumdeilt að ríkari uppsagnarvernd, hún hefur neikvæð áhrif á framleiðni. Og ef maður skoðar fræðina þá er það alveg óumdeilt. Og við bendum í okkar úttekt á til sko sérstaklega á 2 rannsóknir, önnur sem að gera í Svíþjóð sem sýndi það að þegar það var afnumið tiltekna reglu hjá ákveðnum flokki fyrirtækja sem snýra uppsagnarvernd þá jukust afköst þar sko að jafna hjá öllum þessum fyrirtækjum 3-4%. Og svo þegar fyrirtæki sem sko sögðu upp starfsmönnum voru sérstaklega tekin fyrir þá jókst framleiðni þar ennþá meira. Og fyrirtækin þá sem sögðu upp starfsfólki þá sér maður að uppsagnarverndin hún var sko skorða á þau voru með starfsfólki og þér sem að þau hefðu viljað missa en gátu það ekki. Svo bendum við líka á aðra rannsókn sem var sem framkvæmd í Belgíu og sýndi það að fjórföldun uppsagnarfrests bitnaði á framleiðinu 5%. Þannig að það er alveg óumdeilt að þetta nú erum við að tala prikið sko að það hefur í för með sér gífurlegan kostnað að geta ekki tekið á þessum þáttum í starfsmannhaldi með sko af nógu mikilli festu.
Svo komum við að hinum hlutum sem gulrótin. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Má ég skjóta inn í þess að áður en koma með gulrótinu sko, því að mér finnst þetta mjög áhugavert að þú talar um þessa vinnustæðamenningu og ég held að hún sé stærsti þátturinn sem kannski erfiðast að meta en samt áhrifamestur út af því að eins og þú segir sko að þegar þú getur ekki losaði við starfsmenn sem eru lélegir að þá einfallega sóparu til þín lélegum starfsmennum því annars fer fólk eða þá að aðrir starfsmenn sem hefðu ellegar orðið góðir verða lélegri út af því að þeir sjá ekki fram á það að þeir fá neina umbun fyrir það að standa sig betur og þetta eins og ég búin að vera sko þegar maður hefur komið að því að taka þátt í einhvers konar kjarasamningsgerð eða vera að taka þátt í því að vera á einhverjum fundum með BSRB eða eitthvað þannig það aldrei talað þann þátt það aldrei talað þann þátt hvað gerist ef að starfsmaður stendur sér töluvert betur og bara framúrskarandi starfsmaður það og þess vegna tala ég að þú veist að hvatakjörun væri einfaldlega ekki til staðar það ég hef aldrei séð að rætt hvað á að eiga þessi stað ef að starfsmaður sem sinni tilteknum starfi jafnvel þó að það sé mjög auðvelt kannski að meta framleiðinni hjá henni opinbera í einhver sem hefði opinbera sinnir aldrei talað hvað við eigum að gera fyrir þann starfsmann sem stendur sér betur á allt að snúast lægsta samnefnara og það svona það sem ég langa að tala núna en tala út af þú ætlar að fara í gulrótina sem svona þessi þáttur sem ég að mynda að segja að svolítið skorti á henni opinbera Ég alveg til að bíða aðeins með gulrótina tölum aðeins meira prikið Mér finnst þetta nefnilega frábær punktur að ég sakna þess í kjölfar þessari útgáfu þá fengum við þetta hörð viðbrögð frá fulltrúum stéttarfélög og opinbera starfsmanna og mér finnst svo undarlegt að ég meina þessi vandi sem við lýsum ég meina þetta alveg óumdeilt við bendum þarna í fyrstu úttektin okkar og bendum við á 3 sögur það var í fyrsta lagi þá var það starfsmaður hjá Hagstofunni það var forritari sem að bara stóð sig ekki alveg í takt við þær kröfur sem voru gerðar til hans og svo gerðar einhverjir skipulagsbreytingar og þessum aðila var sagt upp en uppsögnin var reyndar dæmd ólögmæta því að hann hefði átt að hljóta áminningu en það var hins vegar rakið þarna í dómnum að aðilinn hafði verið hvattur til að sækja sér til að leggja meira áherslu á ákveðna tegunda forritun og reyna að bæta úr ráðu sín þess áttar ekki formlegt en svo þetta, ekki formlegt og svo kemur bara bottom line getur þau alltaf ámynd einstakling til þess að bæta færni sína ég ekki svo viss það því oft það þannig að kemur ljósa einhver ekki starfi sínu einhver veldur ekki starfi sínu þá getur alveg verið að það sé ekki fyrir atbeinið þessa aðila hann kannski bara alveg óháð því hvort hann leggir sér allan fram stundum það bara ekki nóg og þá verður bara að horfast í augu við það og ef það ekki hægt að skipta þessu starfsfólki út fyrir annað, þá vinnur það gegn því að hverju sinni sé hæfasta starfsfólki skipað hjá hinu opinbera. Við erum með bendum aðra sögu, það var í Vínbúðinni, að mér minnir á Akureyri, þá var þar manneskja sem hafði lagt samstarfsfólk sitt í einelti í tvígang og manneskjunum var sagt upp á lokum og það var farið eftir öllum þessum formskröfum en viðkomandi hafði ekki fengið nægilega mikil tækifæri á að tjá sig skýrslu sem einhver vinnustaðasálfræðingur kom út og tók vinnustaðinn og þar var alveg komið ljós ok, við þurfum klárlega að taka á þessu máli annars bara líður vinnustaðinn fyrir það viðkomandi fékk ekki nógu mikið tækifæri á að tjá sig innihald og efni þessara skýrslu sem óháður þriðja aðili framkvæmdi uppsögnin var þar dæmd ólögmæt og svo var þriðja sagan það var að lögmaður hjá umboðsmanni skuldara hafði í stöðu sinni flett upp trúnaðargögnum mál fyrrverandi eiginmann síns. Þarna bendum við á að þetta er slök frammistaða, þetta er ofbeldið áreitni að trúnaðarbrot að þau geta viðgengist og hvers vegna bendum við á þessa dóma sem voru þarna á nokkrum dómstigum. Við bendum á þetta af því að í öllum þessum málum þá voru misbresti starfsmannanna staðfestir en það voru formskröfurnar sem þýddu að það mátti ekki segja viðkomandi upp. Þegar að það er náttúrulega okkur ber skylda að fara eftir þeim lögum og reglum sem eru settar í landinu en þegar að
launareglurnar eru úreltar og slæmar og hafa svona neikvæðar afleiðingar, þá eins gott að breyta því og það líka það sem við erum að benda á. Já, það sko hverjum líka ert að gera greiða? Þú veist, hverjum erum við að gera greiða þegar við erum að segja að algjörlega galin frammistaði eða trúnaðarbrot eða einelti geti þrifist? Erum við þá, þú veist, erum við í alvöru talað að fara að horfa á vandamálið þannig? Þá er ég að tala sko, ef við tökum þetta bara út frá þeirri hugsjón að allir eiga að vera á jafnhálaunum og allir eiga að vera jafnir og allir eiga að vera, er það í alvöru talað okkar markmið að sjá til þess að manneskja sem er kannski bara að halda vinnustaði heljar greipum sé enn til staðar þrátt fyrir bara svona galna hegðun? Það er bara, já, þetta er sigur. Maður er bara eitthvað, ha? Já, fyrir hvern, því ég held að þessi tilfelli sem við erum að tala þetta er mjög lítið brot af opinberum starfsmönnum. Ég held að langflestir sem mæta daglega til vinnu vilja leggja sig fram og standa eins vel og þau geta. Þarna eru þessi fáu aðilar. Mér finnst mjög skrítið að fulltrúar verkalýðshreyfinganna séu að beita sér fyrir hagsmunum þessara svörtu sauða. Af því að þú sérðu það sko, þetta bitnar á langflestum af þeirra félagsmönnum og þetta vinnur líka gegn því að það sé hægt að taka upp sko, af því að nú erum við ennþá bara í prikinu sko, en nú hefur ekki bæði priki og gulrótina, þá getur ekki tekið upp fyrirkomulag þar sem að þú umbunar fólki sko fyrir að skara fram úr. Þegar þú getur ekki tekið á þessum máli með þessum hætti, þá getur ekki tekið upp eitthvað annað fyrirkomulag að það sé, heyrðu, þú stendur vel í starfi, við fylgjumst með því, við hvetjum til dáða og launin taka mið af því. Því þegar það er eins og þú segir, þegar þetta er alltaf stóðst eftir sko lægsta samnefnarum, þá er einfaldlega allir jafnaðir niður. Já, ég hef oft sagt þetta, ég meina að þú getur ekki til að hygla þessum örfáu. Já, ég meina að þú getur ekki bætt fólk bara með því að segja þig að bæta sig, að þá náttúrulega bara mókar alltaf niður á lægsta samnefnara. Það er bara einfaldlega þannig. Ég og það var að tala gulrótina og ég var að segja við hann þegar maður situr þessa fundi og ég veit nú ekki hversu mörgum fundum ég boðið aftur í afhendi mína skoðun, en þú veist, ég einhvern veginn sé sko, út af því að ég er ekkert sammála öllu sem að frákemur viðskiptaráði eða sem kemur frá viðskiptaráði varðar opinber mál, en ég mér aftur á móti finnst að hið opinbera geti gert svo margfalt betur í að takast á við þessa vanda sem að snýra því bara af hverju erum við ekki að reyna að fá sem mest út úr því fólki sem að fyrir hendi er. Þú veist, ef að manneskja er að standa sig gríðarlega illa í einhverju vinnu, þá getur það líka bara verið út af því að þetta er kannski ekki manneskja sem á endilega verið í þessu starfi og getur þrifist miklu betur. Men ef ég væri settur í körfuboltalið, þá myndi ég ekki standa mig vel, en ég get staðið mig vel á öðrum sviðum. Ég get verið að halda út í hlaðvarpi eða eitthvað, en ef ég væri alltaf á körfuboltavellinum út af því að ég fengi borgarfyrir út af því að ég þyrfti ekki að hitta neitt í körfuna, þá myndi ég náttúrulega kannski bara vera þar út af því að starfsöryggi í því. En það meikar ekkert sens fyrir mig að vera í körfubolta. Já, nákvæmlega. Þú veist, ég geti verið að gera eitthvað annað. Og það er þetta svona svolítið, þú veist, það er ákveðin, ég ætla ekki að segja mannfyrirlitning, en ákveðin svona vantrú á fólki, hvernig við höfum hagað til þess bara kjarasamningum undanfarin ár. Það er bara vantrú á því að fólk geti yfir höfuð verið að standa sig örlítið betur í dag heldur en að gera í gær. Og mér finnst þetta alveg bara skína þegar ég sitja þessa fundi og sérstaklega eins og lífskjarasamningarnir sem ég varst alveg ótrúlegt hvað var mikið fagnaði. Maður bara, vá, þetta er alveg frábært, það er bara svo margt sem mun leysast úr læðingi við þetta út af því að við erum komin á einhverju sameiginlega vegferð. Ég var bara, þetta eru hræðilegir samningar. Þetta eru hræðilegir samningar sem mun aldrei vera innleiddir á réttan máta. Samhliða því náttúrulega að sko launakjörin myndu koma til með að jafna laun fólks sem til dæmis að vinna hjá opinbera, sérstaklega á vaktakerfis, sem munu koma til með að hafa sko hag af því að vera ekki með menntun. Og það er staðan í dag. Það er betra að vera ómenntaður í dag heldur en að vera menntaður með við þær vaktir sem þú færð og önnur kjör. Þetta er bara eitthvað sem ekki svona talað um. Þá getur einhverju fært rauk fyrir því, já, þessar menntanir eru náttúrulega líka bara eitthvað ómögulega, en ég er ok. En þá þurfum við líka bara að eiga samtal það hvort að menntun eigi yfir höfuð að vera til hagsbóta fyrir þig hjá hinn opinbera. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun,
farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Bara ég held að vera algjörlega hitt naglan á höfuð þarna hvað varðar sko menntun, tengst kannski menntunar og launa. Það þá sko að sjálfsögðu það ekki sko menntunin bara ein og sér sem gerir manna betri starfsmann í einhverju sko sérstöku tilfelli. Það sko ef að menntuninni tekst að sko gera þig að betri starfsmanni þannig að sko afköstin þín aukast, þá að sjálfsögðu ætti að vera skýrari tengslar á milli. En það ekki heldur, ég get ekki kvittað upp á það að segja bara því að viðkomandi hefur lokið ákveðnu sko háskólanámi, þá á hann sjálfkrafa rétt og hærri launum en kannski annar einstaklingur sem hefur ekki lokið sömu menntun, en kannski bara töluvert betri starfskraftur. Þannig að þetta svona, þetta kannski svo viðleitni að sko tala að meta menntun til launa, metum bara afköst til launa. Og þá getur fólk líka kosið og þá held ég að þá myndi algjörlega það skýrast þessar línur í hvaða tilfellum menntunin til þess fallin að bæta færni viðkomandi og í hvaða tilfelli menntun svona formskrafa frekar en að vera einhvers konar sko bæta afköst eða styðja þig sem starfsmann. Og nú erum við komin svolítið áhugaverða svona áhugaverð lending hérna þegar við pakkum þessu saman því sem við erum að ræða hér sko að ég meina hvernig ef við myndum vilja innleiða eitthvað svona kerfi þar sem að sko einstaklingar sem starfa fyrir opinberu eru hvattir til dáða, hvattir til að sko skara fram úr og þeim umbunað eftir því til þess. Og núna erum við bara að vinna upp úr þínum eigin dæmisögum sem ég finnst svo frábært. Í fyrsta lagi þurfum að geta mælt. Og þetta svona eitthvað, þetta alveg gegnum sýrt hjá hinu opinbera. Það verið að fela afkasta á árangursmælikvarða. Og stundum það sennilega sko til leikla starfsfólki, jafnvel stjórnendum og ég held að þetta sé allur skalinn þarna stundum kannski starfsfólk sem væri til að sko draga betur fram, að stendur sér vel, en stjórnendum kannski hrættur við þessa niðurstöðu. Þannig að við þurfum að geta mælt og þegar við erum búin að því þá getum við farið að meta afköstin og þá líka myndi skýrast sko og þá þyrftum við ekki einu sinni að segja sko þessi með menntun þannig að hann fær hærri laun, þú sérð það bara í afköstunum, heyrðu, þessi stendur sér betur og hann stendur sér betur kannski af þeirra menntun eða kannski bara því að hann starfsmaður sem hefur sko býr yfir mikilli starfsreynslu á þessum tiltekna vettvangi. Ég held að sé ekki menntun sem slík sem á að skera úr þetta heldur bara hvernig stendur starfsmaður sinn og stundum auðvitað fullt af störfum sem að sko þú átt ekki breyk nema að hafa bara gengið menntavegin bara í grunn og meistarnámi haldið áfram. En ég meina störfin bara hjá hinu opinbera, þau bara svo ólíka, þau öllum þessum skala. Já, ég að mestu sammála, ég smá hrifinn af sko, því ég hef verið að skoða svona rannsóknir frá til dæmis Danmörk og annars staðar sko, það sem hefur verið að skoða hvað áhrif menntunarstig hefur á bara lýðheilsumál almennt og það að hvetja til náms hefur líka lýðheilsuleg jákvæð áhrif sko, þannig að ég veit að Hvað áttu við þegar þú segir lýðheilsu? Það bara lýðheilsutölur almennt séð og það alveg hægt að segja að það sé ekki orsakasamhengi þannig á milli sko, en lýðheilsa almennt betri þegar að fólk með mikla menntun og ég tek þetta svona svolítið út frá makkarsamhenginu, þannig ég hef ekki alveg gefist upp á þeirri kenningu að eftir því sem við hvetjum fólk til þess að hafa meiri menntun að þá verður hlutinni jákvæðari. Það kannski líka að fara rauk fyrir því að þetta sé öfugt að lýðheilsa verði betri ef að fólk hvatt til þess að sækja sér meiri kannski svona sérþekkingar utan menntunar, en það svo sem allir gangur á því. En mér langar nefnilega svo mikið að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Já. Og það var alltaf áhugaverð grein sem þið voru að birta þar sem að meðal annars kom í ljós að Bjarg og Blær og svona niðurgreidd úrræði fengu afslátt á stofnkostnaði til húsnæðisuppbyggingar sem að nemur 46%, sem alveg ótrúlegt hversu mikill Halla Gunnarsdóttir mætir samt í Kastljós og segir að Bjarg og Blær séu einfaldlega að bæta húsnæðismarkaðinn með veikum mætti út af því að þeir sem eru að byggja eru að halda verðinu uppi út af því að þeir eru svo gráðugir. Og mér þótti þetta alveg ótrúlega vendinga úr þannig manneskja sem að nota annarra manna fé til að komast hjá
fjármagnskostnaði samhliða því að í verkefni sem að Bjarg sinnir að það var 46% afsláttur á stofnkostnaði. Ég sagði, okkur fá ekki bara allir 46% afsláttur á stofnkostnaði. En mér finnst þetta vera svo ótrúleg vegferð sem við erum á í aðalega umræðum húsnæðisuppbyggingu. Þannig til dæmis bara, þú veist, iðnaðurinn hefur miklu meiri getu og aðfeng til þess að vera að sinna fleiri verkefnum ef það væri bara hliðrað til hjá hennu opinbera. En við erum einhvern veginn alltaf að elta skottið á okkur með því að vera móðgæðisöll í einhver niðurgreidd úrræði sem eru fyrir sérstaka aðila. Og eins og segir, samt mætur hann í Kastljós og segir, já, nei, þetta út af því að þeir sem eru að byggja eru svo gráðir. Ég átti ekki til orð, sko. Nei, eins og það heyri, þá er ég líka bara mjög tissa yfir þessum viðbröðum sem útgáfan okkur uppsker, eins og þú. En þessi úttekt okkar á húsnæðismarkaðnum, hún var mjög áhugaverð fyrir þær sakir að, sko, þegar maður skoðar nákvæmlega hver stefna stjórnvalda á húsnæðismarkaðnum, þá er það einfaldlega þannig að af áformaðri íbúðauppbyggingu næstu 10 árin og skoðum höfuðborgarsvæði sérstaklega því hér er meginþorri íbúðauppbyggingar, hún er líka verður hér á að vera hér í Reykjavík. Þá sjáum við að til ársins 2033 þá fer tæplega helmingur allra nýra íbúða sem verða hér reistar inn í einhver önnur rata ekki á almennan húsnæðismarkað. Heldur fara í þarna svokölluð önnur úrræði sem eru þá öll niðurgreidd og eru á vegum niðurgreidd niðurgreidda skattgreiðendum sem er byggð fyrir opinbert fé. Og það er þannig að bara til að mála þessa mynd fyrir ykkur er að þarna fer 45% íbúða í önnur úrræði en almenna húsnæðismarkaðinn. Almenni húsnæðismarkaðinn, það vilja langflestir á Íslandi eignast eigið húsnæði. Og þessi inngrip byggja fyrst og fremst á samkomulagi sem voru undirritað milli ríkis og þá byggja svo rammasamkomulag milli ríkis og sveitarfélaga og það hef ekki öll sveitarfélög útfært þetta raun að séð. En borgin þarna vill setja 45% húsnæðis í þrenns konar úrræði. Það er í fyrsta lagi svokallað til íbúðir húsnæðisfélaga sem eru þá þessi félög til dæmis eins og Bjarg og þess áttar eru húsnæðisfélög stéttarfélaga og svo er það líka svokallað hagkvæmt og grænt húsnæði sem er einhverju leyti hlutdeildarlán en ég hef ekki alveg komið staði hvað þetta græna húsnæði endilega er. Og svo í þriðja lagi er það 5% félagslegt húsnæði. Og þessi úrræði þegar maður fer að skoða raun að séð hver kostnaðurinn er á bakvið, hann er gífurlegur. Og það sem kemur mann sérstaklega óvart er hversu stór hluti kostnaðarins eru svokölluð falin framlög. Og þessi framlög til húsnæðisfélaga byggja á svokölluð almenna húsnæðiskerfinu. Og það þýðir að þessi húsnæðisfélög geta sótt að byggja íbúðir inn í byggja sem sagt leiguíbúðir sem eiga að vera svokallar hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði. Það er betur að gá þá er þetta óhagkvæmar íbúðir á óhagkvæmar niðurgreiddar íbúðir. Þessar íbúðir reistar fyrir svokallu stoppframlög sem koma sem sagt annars vegar greiddar ríki og síðan sveitarfélögum. Og svo bætast við svokallu dulin framlög og þau eru í fyrsta lagi lóðameðgjafir. Og þetta er eitthvað sem borgin hefur stundað og verið að ráðstafa mikið af íbúðum til þessara svoköllu félaga. Ef við skoðum frá árinu 2016 til ársins í ár, þá hefur borgin ráðstafað byggingaréttum inn í þessi til þessara húsnæðisfélaga 2300 íbúðum cirka. Og þar að hafa 30% íbúðana byggingaréttana verið ráðstafað til félagsbústaða. Og þannig er verið að ræða lóðir sem fara inn á niðursettu verði til þess aðila. Og félagsbústaðir eru eitt, þetta er þá félagslega kerfið. Þarna er sem er samt að rekið með raskatinu Já, en gott og vel, þarna reyndar það þarf að gera greinum þarna á að því að félagsbústaðir eru á vegum hins opinbera. Og þarna eru þá íbúðurnar og lóðurnar ekki beint að skipta hendur, heldur bara flytast milli vörsluaðila hjá hinu opinbera. En 70% þessara íbúða hafa farið til þessara húsnæðisfélaga. Og það eru þá íbúðir sem eru á vegum þriðja aðila. Þetta eru raun að segja einkaaðilar sem hafa fengið lóðir á niðursettu verði til að byggja niðurgreiddar íbúðir með framlögum frá hinu opinbera og ódýrari lánum.
og það þarf að gera greinamun að það ekki bara verið að flytja þarna fjármuni til einkaaðila, heldur líka verið að flytja þetta til aðila eins og Bjargs sem á vegum ASI og BSRB að þessar íbúðir það ekki nóg að uppfylla þarna ákveðin tekju og eignaviðmið til að fá þessum íbúðum útlutað eins og gildir í félagsbústöðum, heldur þarft þú líka að vera félagsmaður. Klúbbskírteini. Þú þarft klúbbskírteinið. Og þetta náttúrulega ekki eðlilegt að þegar menn sjá að menn telja þessi komin upp einhver bágstað á húsnæðismarkaði, að þá ætlar að leysa þann vanda með því að gera hann verri. Það alveg augljóst að til að leysa þann vanda þá þarf bara að byggja meira. Það þarf að vera meira framboð af fjölbreyttum íbúðum. Það mjög einfalt. Þarna stjórnvöld að taka helming húsnæðisins út fyrir almenna húsnæðismarkaðin, markaðin sem ætti klárlega að vera að leggja áherslu á, flestir vilja vera á. Það vilji almennings að vera þessu markaði. Og þarna eru stjórnvöld þess í stað að skikka sem flesta til þess að gerast leigutakar. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Mér hefur alltaf þótt mikilvægt að horfa á húsnæði sem núleiðning. Það annarkvort einhver annað eða ekki annað. Annarkvort einhver að byggja þetta eða ekki að byggja annað. Og það sem hefur svolítið verið gert, ég var með Sigurð Stefánsson sem þróunaraðili í Kópavogi, algjör snillingur að mínum mati, og hann var einmitt að segja það að markaðurinn væri bjagaður líka út af þessum opinberu úrræðum, en það sem hann benti á að þetta væri rosalega mikið verið að byggja íbúðir sem að fólk vildi ekki. Og ég hef rosalega mikið verið að pæla í þessari stöðu, ég pínu ósammálanum það að þetta sé endilega það hvort að þetta hafi verið að byggja húsnæði sem fólk vildi ekki eða ekki. Hann færði hann rök fyrir því að fólk væri meira að leitast eftir kannski svona 50 milljóna króna eignum sem þau gætu keypt í staðinn fyrir þessi svona 80 til 110 fermetra sem að fólk ætti kannski aðeins erfiðara með að kaupa. En ég eftir á móti búin að reyna að fara rauk fyrir því, ég menna eins og þú bentir á í viðtali fyrir ekki svo löngu, ég held að það verið núna bara í apríl, þar sem þú bentir á að það væri núna eignir vel að hækka í verði þegar það væri komið opinbert úrræði eins og hlutdeildarlán til þess að aðstoða þig. Og þá var einhvern veginn þegar þessar eignir væru þannig úr garði gerðar að þú getur fengið hlutdeildarlán á þær, að þá allt í einu hækkuð þær í verði. Þá hugsa ég, þó svo ég sé ekki með endilega svona konkrétt tölulega gögn það, en þetta lætur mér samt hugsa að bjögunin þannig að fólk sem að hefur lægri tekjur eru líklegri til þess að komast inn á markaðinn. Það óumflýjanlega veldur því að eignir sem eru kannski aðeins stærri og falla ekki undir þetta eru ólíklegri til þess að seljast. Og eins og þú segir, þegar ákveðnar eignir eru teknar út fyrir sviga til þess að vera bara á einhverjum ákveðnum kostum, samhliða því að það verið að búa til sér úrræði fyrir þá sem að kaupa síðan aðrar eignir á markaði, þá óumflýjanlega hefur það áhrif á verðþróun hinna eignanna, sem veldur því að þá fólk ólíklegri til þess að geta keypt þetta. Og þannig erum við að taka rosalega mikið stóran hluta framboðsins, þar að segja bæði þessi hlutalán sem eru möguleikar fyrir á opinbera markaðin, líka þessi hinn 50%, tæp 50%. Þá erum við komin með rosalega bjögun sem ég held að sé miklu frekar ástæði ef svona hagfræðilega lögmál eru fyrir hendi, þá miklu líklegra að þessi bjögun sé að valda því þessar 80 plus fermetra íbúðir eru ekki að seljast, frekar heldur en hendilega eftirspurn fólks eftir þeim. Og ég búin að vera að færa einmitt rök fyrir því að þetta, þegar við erum stanslaust í bjögun á þessu markaði og svo að búa til ný úrræði til þess að takast á við þá bjögun, að þá einhvern veginn erum við komin algjörlega í því að sósa kerfinu öllu saman, sem veldur því að, og eins og segi, að iðnaðurinn sé ekki meira hafður til viðmiðunar það hversu mikið við getum byggt. Það alveg ótrúlegt fyrir mér þegar við erum með aðfengum mannafla og annað hjá fólk sem tilbúið til þess að byggja, en þú stanslaust í einhverjum svona handvelja lóðaúthlutanir, þurfa að vera ákveðnir aðilar á ákveðnum forsendum með ákveði fjármagn frá ákveðnum fyrir ákveðna kaupendur,
að þá óumflýjanlega veldur að því að þú ert ekki að hámarka það hversu mikið iðnaðurinn getur tekið við. Og þegar við erum alltaf einhvern veginn að bjaga þetta, þá náttúrulega veldur að líka því að sko sérstaklega smærri aðilar þurfa að horfa í tölunar og segja, heyrðu, ok, ég get ekki gert ráð fyrir því að fastar forsendur verði næstu 5 árin. Þá get ég ekki verið að fara í eitthvað stórt þróunarverkefni með kannski 3 hlutum, þar sem A-hlutin verður tilbúin eftir 2 ár, B-hlutin eftir 3 ár og C-hlutin eftir 5 ár. Ég get ekki farið í það að taka 5 milljarðar krónar lán hjá Landsbankanum þegar að Reykjavíkurborg og aðrir einhvern veginn að handvelja þetta á hverjum degi. Til þess að mitt að geta sagt hérna til þess að rétta mannesku sem á rosalega bátt, eitthvað, hérna lykillinn þinn. Þú hjálpar miklu meira þessari mannesku sem á bátt með því að standa ekki í vegi fyrir þeim sem eru að fara að byggja. Og það er þetta sem ég næ ekki utan hvernig við getum alltaf verið í þessu stanslausari bjögun, ofan á bjögun til þess að takast á við fyrstu bjögununa. Já, ég bara tek undir þetta. Ég meina, í þessari úttekt þá bentum við sko á fyrstu bjögununa. Fyrsta bjögunin er þannig að fyrir aðra að bara lokum núna aðeins augunum og hugsa okkur sem keyrir gegnum Reykjavík og við sjáum það er mikið íbúðum uppbyggingu. Þú getur bara tekið sem vissu að önnur hver íbúð sem er íbúð sem er verið að reisa hjá höfuðborgarsvæðinu, hún fer ekki á almenna húsnæðismarkaðinn. Það er fyrsta bjögunin. Og þetta er náttúrulega raunveruleiki sko verktakan er þá sá að bara þú sér út frá byggingaréttunum sem er úthlutað, þá er bara helmingurinn af íbúðum far ekki á markaðinn sem þau ætla að byggja inn í. Svo kemur næsta og á þetta þá á íbúðin sem fara á almenna markaðinn, þar kemur til dæmis hlutdeildarlána úrræðin, þar sem er verið að sko styðja við lántöku einstaklinga til að kaupa íbúðir sem tikka þá í ákveðin box og þarna myndast á einhver mörk á milli íbúðir sem tikka í hlutdeildarlána kerfið og íbúðir sem tikka í íbúðir sem falla utan þess. Þannig menn reyna sjálfsögðu að byggja inn í þetta kerfi eins og þau geta. Þá fær verktakarnir í stað þess að byggja íbúðina sem fólki vill kaupa, þá fara þeir frekar að byggja íbúðina sem að sko embættismennir halda að fólk vilji bú í. Komin önnur bjögun. Það krefjast þess að fólk búi. Já, akkurat. Og svo kemur líka þessi bjögun, hvað erum við að tala um, sko, hagkvæmasta húsnæðið er húsnæðið sem hefur þegar verið byggt. Og það er svo, þú veist, þegar við erum að tala um að styðja við fyrstu kaupendur, af hverju eru við að beina þeim inn í nýbyggingar sem eru byggðar til að tikka í box HMS sem snýra hlutdeildarlánum? Ég meina, hagkvæmasta húsnæðið er það sem hefur þegar byggt og það er á nokkrum ástæðum. Það er í fyrsta lagi vegna þess að húsnæðið bara í fyrsta lagi það er eldra og hlutir sem eru ekki beint úr kassanum, þeir eru almennt hagstæðari. Þú veist, þá tökur 2 íbúðir sem er alveg eins og önnur eldri, þá er svo sem eldri ætti að vera aðeins ódýrari. Svo kemur líka næsti punktur sem ég finnst svo bara frábært til að skilja, nú er ég búin að missa tölu á þessum bjögunum, en þú séð líka bara þessar reglur og þessar kröfur sem við setjum á til dæmis nýbyggingarnar. Ef við berum saman bara stoppkostnað íbúðar sem að byggja í dag og fyrir 50 árum, þá er alveg augljóst að ef maður myndir segja við sama verktakan, byggðu eina íbúð eftir kröfunum í dag og byggðu aðra íbúð eins og byggja hérna fyrir 50 árum, þá er stoppkostnaður eldri íbúðarinnar miklu lægri. Og það er af því að við erum með alltaf þessu kröfur, til dæmis við erum með aðra sjálfbærnikröfur, við erum með aðra kröfur hljóðvist, við erum ekki með algilda hönnun, við erum núna með kröfur loftgæði, við erum með kröfur lyftur, við erum með kröfur orkunýtningu og allt þetta. Allar þessar kröfur sem við gerum í byggingareglugerðinni, þær hækka stoppkostnað íbúðanna. Þannig að það er miklu eðlilegra stjórnvöld myndu setja meiri þrýsting á að nýbyggingar væru byggðar eftir bara þörfum markaðarins og þá þeirra sko einstaklingar sem standa að honum, annars vegar verktaka og hins vegar kaupenda. Kaupendur geta verið þá fyrstu kaupendur og sennilega samt frekar þeir sem eru að flytast þá í sitt annað húsnæði eða líka minnka við sig og láta af þessum stanslausu inngripum. Og nú kemur líka næsta atriði sem að ég gleymdi að minnast á, það er sem sagt í Reykjavíkurborg, þá er sem sagt þannig að tegundum íbúða er skipt upp í þrennt og það eru þá einhverjum svona litlar íbúðir, miðlungsíbúðir og stóri íbúðir. Og það er sem sagt reglur sem segja að þú þarft að byggja jafnt, að þú þarft að þú þarft að byggja ákveðið hlutfall íbúða inn í þessa þriðjunga. Og þessi regla hefur til dæmis örugglega valdið því að það er ekki verið að byggja nógu mikið af þessum litlu íbúðum sem eru í mestri eftirspurn núna. Þetta með þess að það var hagfræðingur frá HMS sem mætti í útvarpsviðtal og var einmitt spurður út í þetta. Jónas ætlaði. Já, og hann var spurður hvers vegna
hvers vegna ekki verið að byggja fleiri litlar íbúðir og það svona mikil eftirspurn og hann kom með frábæran punkt og hann sagði, ok, gefum okkur það að allir verktakarnir, þeir eru sennilega hagnaðardrifnir það væri þá þeirra hagur að byggja sem flesta litlar íbúðir því þeir vita að það mest eftirspurn eftir þeim en þeir hafa ekki gert það og þá það sennilega einhverjar aðra skorður til dæmis í skipulagsmálum sem segja, herru, þið megið ekki byggja jafn mikið af litlum íbúðum og þið viljið og þarna bara enn eitt dæmi þessa plástra sem valda því að markaðurinn alltaf í ójafnvægi. Já, og sérstaklega út af því að ég þegar maður reyna að skoða verðþróun húsnæðis þá horfi ég alltaf á hvað kostar ein eining per fermeter á hvern launaseðil, það að segja lægstu launaseðlanir versus fermetraverð og reyna svona að meta þetta út frá því. Ég hef alltaf verið að reyna að fara rauk fyrir því að ef að við erum alltaf eins og ég svolítið að segja sama punktin aftur en samt ekki, út af því að markaðsverðið alltaf að fara að verða miklu hærra þegar þú bæði tekur einingar út fyrir sviga og ert svo með einhverja kröfur á það jafnvel sem að fara að koma inn á markað og það sem mér hefur þótt svo skrítið sérstaklega varðar hjá Reykjavíkurborg að þá einhvern veginn allt skipulag bara annað dæmi ákveðna bjögun sem bara að fólk á allt í einu núna sem kannski býr í rótgrónu hverfi að búa á byggingarsvæði og það ekki að tala þetta bara út af því að þéttingin svo heilagt markmið og þá erum við bara komin á það að já nei, öll þessi grænu svæði sem allir missi grá og annars staðar að þau bara verði byggingarsvæði án þess að horfa allir missi á lýðheilsumál varða það hvernig það að vera og að búa á stað þar sem verið að brjóta berg í hálfa mánuð til nokkra mánuði en við einhvern veginn sættum okkur við þetta en svo ég kláraði punktin með markaðsverði það svo mikilvægt að við séum að þetta 0 eining annarkvort einhver annað og annarkvort ekki einhver annað og nú öllum að sjá þegar hvort það hafi verið ríki eða Reykjavíkurborg þar sem að vera bara fullt af einingum sem að vera auðar út af því að það átti að vera fyrir ákveðna aðila sem að voru ekki einu sinni til staðar og annar bara punktur þar sem að hið opinbera að algjörlega standa í vegi fyrir því að við tökumst á við húsnæðisvandann en það sem svo mikilvægt að muna líka bara að húsnæðisverð að hækka út af þessari bjögun en nú erum við búin að tala skilvirkni iðnaðar eins og annað sem náttúrulega algjörlega báborið út af því iðnaðurinn fær ekki frelsi til þess að sinna sinni vinnu en markaðsverðið sem líka drifkraftur verðbólgunnar hann líka það hækkar samhliða þessu og þegar að markaðsverðið hækkar að það náttúrulega hækkar líka lóðaverð sem að Reykjavíkurborg hefur beinan hag af því að hækki og þau alltaf segja já nei við viljum fá bara $top fyrir okkar lóðir út af því að það niðurgreiðir allt ruglið sem við erum í líka þannig að þegar við horfum á þetta svona frá víðri linsu þá erum við bara að sjá það að þetta hefur stórkostlega áhrif á allt kerfið og það eiginlega, ég einhvern veginn eins og segi þegar ég talaði við hann Sigurður Stefánsson sem alveg magna viðtalum þá fannst mér það aðeins skorta hjá okkur að bara við ræddum því ég held að þetta sé ekki eftirspurnar vandi, ég held að þetta sé miklu meira þessi framboðsvandi sem byggir á því að ég held að sé ekki það að fólk vilji ekki búi í 80 til 110 fermetrum ég held að það sé ekki vandinn, ég held að fólk vilji komast í ákveði fjölskyldumynstur, ég held að fólk sé að keppa staði að vera á ákveðnu staði í lífinu eftir 5 ár, þar sem þú getur kannski verið með 2 börn í 3 herbergja eða 4 herbergja íbúðum en við erum bara einhvern veginn nei, við erum að vera með hlutdeildarlán fyrir þessar litlu einingar það óumflýjanlega ýtir verðinu upp á öllu hinnu Já, bara í fyrsta lagi ég meina hver vandinn, eins og þú segir þetta augljóslega framboðsvandi, það vantar að styðja betur við uppbyggingu húsnæðis einna helst hér á höfuðborgarsvæðinu stjórnvöld hafa tekið það ákvörðun að í Reykjavík að minnstakosti að taka helming af húsnæðinu út fyrir sviga og ég veit ekki til þess að það sé hægt að leysa vanda með því að gera hann verri bara, byrjum þar og svo minnist þú núna á Grafarvog og þá sannarlega umdeildu þéttingu þar, sérstaklega á meðal íbúa Grafarvogs það var núna 3. apríl á fundi borgarráðs, þá var afgreitt vilyrði lóðaúthlutun, fyrstu lóðaúthlutun í þéttingu byggðar í Grafarvogi. Hvaða félög heldur að hafa fengið
fyrstu vilirinn. BSRB, ASI og allt heila Það var félagsbústaði fyrst og Bjarg. Þetta við Hverafold og Vesturhús. Það var útlutað þarna 38 Í íbúðum. Hverafoldi? Hvar ætlaði að koma íbúðum? Ég keyrti hana sko, ég veit ekki hverju andskotan þeir ætla að finna lóðir þar. Það er alveg að sjá tekníkar af þessu. Þú getur kíkt 3. apríl, þetta þar var afgreitt, það borgarstjórn. En sko og þú síðan kemur næsti punktur, þú talar líka með að borgin sko stóli á tekjur af lóðasölu. Ég segi að einhverju leyti já, en líka nei, af því að í fyrsta lagi þessir sko þau hafa verið að úthluta byggingaréttum og þessi byggingaréttum þá það raun að segja bara hversu mikið magn húsnæðis sem mátt byggja á tilteknum lóðum, þá hafa þau verið úthluta til þessar húsnæðisfélag á niðursettu verði. Þarna hefur við metið að til dæmis eins og miðsvæðis þar sem að sko lóðaverði kannski áður að fara að byggja kannski 180.000 fermetrar, þá eru þau að fá sko þessu úthlutað með mjög miklum afslætti. Það fast verð á lóðúthlutun til þessara félag og getur felið í sér sko miklar faldar niðurgreiðslu til þessar húsnæðisfélag. Svo líka annað fyrirkomulag það líka sko hvar verið að koma þessu húsnæði þessum íbúðum fyrir á höfuðborgarsvæðinu og það eru víðsvegar. Það getur verið til dæmis í formið af útluta heilum byggingaréttum til sko húsnæðisfélaga, en það er líka önnur leið sem að borgin fer og það að veita húsnæðisfélagum svokallan forkaupsrétt á íbúðum. Og það ekki góð meðferð á fjármunum borgarinnar þar kemur eignasölu að setja þessar kvaðir á byggingaréttina. Ég get ekki dæmi úthlutun og byggingaréttarins við Vesturbjúgt sem þá niður í sko gömlu höfninni í Reykjavíkurborg. Þetta sennilega einn eftirsóttasti byggingaréttur bara á Íslandi. Þetta alveg frábær staðsetning og ég gefur mér það að þarna sé fermetrarverðið sennilega bara eins hátt og það gerist. Og útboði á byggingarétt þarna fylgdu því kvaðir að félagsbústaðir og félagsstofnun stúdenta sem þá námsmannaíbúðir, þau fengu forkaupsrétti á 64 íbúðum á tilteknu verði og þetta verð langt undir markaðsverði og það sem og þetta var þá sko 40% íbúðan áttu þá að fara til svo kallar húsnæðisfélaga og verktakinn sem býður þá í þessa lóð, hann veit af ákveðið mörgum íbúðum þá getur hann bara selt þessar íbúður á tilteknu verði sem þá forkaupsrétta verðið. Hækka verðið hinn náttúrulega. En þessi aðili náttúrulega ræður ekki sko, þessi aðili, þetta svo fáir íbúður, hann er það sem kallar sko price taker. Það sem gerist þá að það lækkar söluvirði byggingaréttins sem nemur sko töpuðum tekjum á mismununum á markaðsverði íbúða og forkaupsréttinu. Og það sem að við sýnum í módeli hjá okkur að byggingaréttur sem hefði átt að seljast á sem hefði seljast á 4,4 milljarða án allra þessara kvaða seldist á 2 milljarða með kvöðunum. Rúmlega 2 milljarða, það lækkaði þá virði byggingaréttarins sko 1,6 milljarð og það þá sko og borgin þarna, það lítur út og þetta kemur hvergi fram í bókum borgarinnar og þannig lítur út fyrir að sko borgin hafi náttúrulega slegið frábæran díl með því að sko annars vegar að skaffa félagsbústöðum íbúðir á mjög hagstæðu verði á 580 skall fermetrinn, minnum mig sem að félagsbústæðir fengu íbúðir á og fermetraverðið á öðrum íbúðum þarna kannski 11-1200 skall get ég að gefa mér og svo skaffaði líka félagsstofnun stúdenta íbúðir sem mjög skrítið því að félagsstofnun stúdenta bara einkarekið félag út í bæ sko. Og þannig að það annars vegar tilfærsla fjármuna til félagsbústaða og svo til félagsstofnun stúdenta, einkaðila. Það sem hefði verið að gera miklu meira fyrir sko þennan pening að borgin hefði bara selt allan þennan byggingarétt á markaðsverði og hefðu þau tekið sko fjármunina sem þau fengið úr þeirra eignasölu, þá hefði verið að kaupa fleiri íbúðir hinum megin við götuna. Þá sko íbúðir sem voru þegar reistar og þannig var að gera miklu meira fyrir peningin. Þannig að þetta lóða úthlutuna fyrirkomulag, það mjög skakt og það mjög kostnaðarsamt, en kostnaðurinn falinn og ég tel að það sé vísvítandi. Já, en svo líka bara annað í þessu, svo ég tengi þetta líka sko í starfsmannahaldins opinbera sko, að þegar þú ert með svona bjögun
sem að veldur einhvers konar tregðu innan kerfisins eins og vorum að tala með opinbera starfsmenn þú viðheldur ákveðnum starfsmannin í lengri tíma að sko afleita áhrif á þriðja aðila sem eru þá hinir starfsmennin eru svo gríðarlega mikil. Sama gildir náttúrulega þetta. Þegar þú ert með þessa stanslausu bjögun þá eru aðrir aðilar sem að vissulega eru hagnaðardrifnir eins og verktakar og aðrir sem eru náttúrulega að vinna fyrir þessi félög. Þeir eru vissulega að horfa á þessar tölur og segja, heyrðu, ég get ekki verið að taka sjens til 4 ára með mitt fjármagn og náttúrulega stórkostlega áhættu út af því að líklega þarf ég að taka lán. Ég þori ekki að taka áhættuna sem að fylgir því að standa í þessu ef það er stanslaust verið að bjaga þetta. Þetta er sko, ef fólk hefði ekki erfitt með að fylgja mér sko, þá er þetta svolítið svona eins og kaupsamningafléttur. Það sem þú ert með einhverja kaupsamninga og það er einn sem að selur en hann með fyrirvara sölu á eigin eign og hún selst ekki. Þá geta verið komin 6 aðrir kaupsamningar aftan í sem að losnar ekki út af því að fyrsti kaupandinn ekki að selja sína eign. Og þetta er mjög algengt. Það eru fasteignasalar sem að tala við mig þetta þar sem að þú ert með bara kannski 6 samningar lest eða eitthvað þar sem að ekkert losnar út af því að fyrsti aðilinn ekki að selja. Það er svolítið sama með þetta. Bæði með opinbera starfsmenn og náttúrulega þessu húsnæðisaumingu að strax úr með einhverjum svona bjögun eða einhvers konar tregðu einhvers staðar inn í kerfinu að þá hefur það afleitt áhrif á alla hina keðjuna. Og það er þetta sem ég bara og það er alltaf verið að kvarta yfir því einhvern veginn að húsnæðismarkaðurinn sé ekki stöðugur og eitthvað þannig en það sem hefur kannski sérstaklega verið slæmt undanfarin ár og ég sé ástæðan fyrir því að til dæmis ungt fólk aðeins erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn heldur en að var áður þó svo það hafi alltaf verið erfitt er að það er alltaf þessi stanslausta svona einhvern veginn svona alltaf verið að hnýta einhvern veginn í keðjuna breyta því hvernig keðjan á að virka í miðjum klíðum og það er þetta sem við erum bara ekkert að horfa á en þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því að það er minna húsnæði byggt þetta er framboðsvandi en við erum alltaf með eitthvað fólk sem vil hoppa inn í eftirspurnarhliðina og taka lyklana, taka sinn skerf einhvern veginn og segja ég er að gefa þér þessa íbúð þetta er hérna frá mér hérna vinstri manninum til þín og þannig telja þau sjálfum sér í trúum og náttúrulega öðrum eins og ég var að tala með Höllu Gunnarsdóttur að hún sé góða manneskjan sem er að gefa fólki íbúð en ekki vonda manneskjan sem er að halda uppi verðin út af því hún er svo gráðug og þetta er bara, þú veist, þetta er einhvern veginn svona bara hugafar sem þarf algjörlega að eitthvað sem við þurfum að koma okkur úr ellegar þá held ég að húsnæðismarkaðurinn muni koma til með að versna töluvert sko. Já, það er mjög auðvelt að, þú veist, gefa annar manna fé og klappi sér á baki fyrir það er alveg rétt og punkturinn með, sko, þetta er augljóst þetta framboðsvandi af því að framboð húsnæði, svona almenn húsnæðismarkað er tæplega helmingi minna en það þyrfti að vera bara samkvæmt húsnæðistefnu Reykjavíkurborgar og svo er þetta frábær punktur er að það er alltaf lappað upp á þetta með nýjan plástur og það er aldrei sannarlega tekið á þessum framboðsvanda heldur er alltaf kipt inn í eftirspurnarhliðinni og ég meina og þar eru með sko svo mörg úrræði þeim hefur reyndar einhver leiti farið fækkandi sem er sko mikið fagnaðarefni en önnur náttúrulega líka tekið við og það sem er svo áhugavert er að sko hverjum hjálparu þegar að þú kynnir inn nýtt eftirspurnarúrræði þá ertu náttúrulega kannski með einhver á hliðarlínu sem eru bara alveg í þann mund að kaupa sér húsnæði og svo býð stuðningsúrræðið þessir aðilar, þeir ná að hoppa inn á markaðinn, kannski með naumyndum þannig að þessum sko tiltöknu einstakling, þeir var sannarlega hjálpað allir þeir sem voru í röðinu eftir á sitja þá uppi með hærra fasteignaverðs vegna þess að það var stutt við eftirspurnargetu aðilarna sem komast inn á markaðinn og þeir þurfa þá að fá næsta skammt og næsti skammtur er þó bara nýr plástur eða eftirspurn sko aðilar sem ætlaði ekki svona að reyna að komast inn á markaðinn strax en átti kannski 2 milljónir til hliðar og getur tekið hlutdeildarlán en sá sem er með 10 milljónir er búin að vera að safna sér í mörg ár getur það ekki út af því hann er búin að koma sér í þannig vinnu að hann getur tekið aukavaktir sko. Já, ég meina þetta er hárrétt að þarna líka íbúð sko sem að þetta er íbúð tekin út fyrir almenna markaðinn og fyrir hann inn í almenna markaðinn svo þessum með það sem minnst bjagaði og tekin inn í hlutdeildarlánakerfið þetta er frábær punktur en svo líka sko hver í alvörinu nýtur góðs af þessu það eru allir þeir sem hafa þegar komist inn á húsnæðismarkaðinn mér finnst svo undarlegt að það sé verið að taka fjármagn og setja í þessi eftirspurnarúrræði sem nýtast best þeim sem hafa þegar keypt sér húsnæði sjá bara, heyrðu, ég er komin inn á markaðinn og mín fasteign heldur bara áfram að ekki verði af því það er verið að skvísa það er verið að kreista hérna framboðsliðina
stælin og eftirspurnarhliðina, þetta getur ekki verið markmiðið. Nei, svo líka sko út af því ég þekki líka aðila sem að ég fagna mjög mikið að hafi komist inn á húsnæðismarkaðinn en aftur á móti áttu ekki komist inn á húsnæðismarkaðinn náðu að safna sér einhverjum 2,5 milljón til 3 milljónum og voru komnir sko annars vegar í Gufunesi tvær eignir sem ég þekki til sko þetta náttúrulega örugglega mýmörg dæmi en líka einhver sem að keypti minni í Hafnarfirði á einmitt hlutdeildarláni náðu að safna sér og átti þú veist var ekki búinn að reyna sem safna sér sá bara heyrðu tækifæri vann rosalega mikið einhverja 2-3 mánuði náðu að safna sér einhverju 2 til 3 milljónum og keyptu 4 herbergja íbúð bara 86 fermetrar á þessu hlutdeildarláni ég bara trúði þess ekki sko þetta var þegar hlutdeildarláni var nýkomið inn en það var ég veit ekki hvort það sé búið að taka fyrir þetta núna en þeir allavega 2 af þeim fóru í 4 herbergja íbúðir 1 fóru í 3 herbergja íbúð barnlausir menn með enga konu þetta var algjörlega sturlað ég mann þegar hann var að sýna mér hérna og tók hérna Snapchat og ég var bara hvernig hafðir þú efni á þessu bara já þetta var nú bara ekkert mál og ég fekk bara útlitað og ég var næstur í röðinni þú veist þetta algjörlega galið líka sko því að Thomas Sowell hefur náttúrulega fjallað mikið þetta að rosalega auðvelt tala félagslegt húsnæði en það er náttúrulega líka þú veist þú bjagar félagslegan hreyfanleika þar sem þú komið kannski með mannesku sem hefur ekki hagsmuni af því að vera að selja eign sem eða komið sér út úr eign sem 4 herbergja þrátt fyrir að manneskjan sé ein en þá náttúrulega situr kannski 3 manna fjölskylda á hakanum og sleppir því þá að hérna eignast næsta barn út af því að þau geta ekki komið sér út úr þessari 2 herbergja eign og það svona hlutir sem við einhvern veginn hugsum ekki til það er engin hreyfanleiki á þessu og það er sérstaklega með félagslega vanda sko þannig að já og þetta er líka þannig að þú tekur sko einstaklingar sem eru að reyna að eignast eigið húsnæði þá skiptir þeim upp í 2 fylkingar af því ég, sko fyrir þá sem er að reyna að kaupa húsnæði í fyrsta skiptið, það er djöfull erfitt og hefur verið það hérna alla tíð nema þegar það var kannski með því undantekningar tilfelli þar sem voru 100% lán hérna í stöð tímabil og við veitum hvernig það fór. Þá skiptir þessum aðlum í 2 hópa. Þú segir sko aðlarnir sem hafa báðir slæmt, þeir reyna að komast inn á markaðinn, en þú skiptir í sko þeir sem hafa það slæmt og þeir sem hafa það mjög slæmt. Og svo segir þeir sem hafa það mjög slæmt, við ætlum að hjálpa þeim en sorry, þið hinir, þið hafið það bara ekki alveg nógu slæmt og það er svo skrítið að síðan eru einmitt þess sem þú segir sem eru að reyna sannarlega að leggja sig fyrir en veist, falla vittlausu megin við tekju og eignaviðmiðin að þeir njóta ekki góðs af þessum úrræðum það er mjög skrítið og sérstaklega, og þetta er oft fólk sem er á nippinu og maður hefur heyrt sögur dæmi einstaklinga í sömu stöðu kannski sömu vinnu og annar hefur sko samviskusamlega lagt til hlið að safna sér alla ævi og eignast íbúð annar ekki og þar leiðandi tikkar hann þá í þau box að fá þessa út þetta er ekki sanngjarnt og þetta er ekki gott þetta er já, nei, þetta er, mér finnst þetta ég veit ekki alveg hvernig maður á að sko taka utan um þetta, mér finnst þetta rosalega skrítið en sérstaklega sko óháð því hvort að við séum að veita fólki ákveðin skilyrði fyrir ákveðnum eignum eða ákveðinu fjármagni og ákveðinu launum jável sko sem er líka stór þáttur í þessu ef við tökum það bara jafnvel út fyrir sig það bara að iðnaðurinn sé ekki með svigrúm til þess að geta byggt náttúrulega bara langstærsta forsendan það er líka bara eins og við erum með stórkostlega að mínum að því stórkostlega einkennilegt viðhorf gagnvart iðnað almennt til dæmis bara á hverju erum við hjá hinu opinbera ekki að nýta hugverkaiðnaðinn til þess að búa til vaktaplön fyrir opinbera starfsmenn. Það eru stjórnendur sem að hafa ekki sérþekkingu á því að búa til vaktaplön sem er að vinna í því alla daga en við notum ekki eins og gervigreindina og gervigreindin einhvern veginn er ekkert nýtt í það að takast á við rosalega mikið af pappírsvinnu hjá hinu opinbera þrátt fyrir það að þetta sé náttúrulega eitthvað sem að allir sem eru einkamarkaði þurfa að koma til með að nýta sér samlega því að náttúrulega gera einhverja greiningar á húsnæðisuppbyggingu það er bara, við erum á svolítið skrifnustað, en ég held að ég veit ekki, kannski horfum til betri vegar en ég er svolítið svartsýnn gagnvart húsnæðismálunum út af því að það er eins og bara eftir því sem að fleiri ár líða þá þarf einhvern veginn alltaf að móka fleiri og fleiri í einhverja svona plástra bjögunar úrræði sko þannig að, já, við sjáum til hvernig þetta fer en Gunnar, það var þetta fyrst getið sem þú átt að koma? Þetta er fyrst getið skandal, við höfum alltaf að gera þetta í langa tíma við gerum þetta aftur fljótlega, en það ekki? Jú, klálega Þetta var mjög skemmtilegt Gunnar Ólafsson, hagfræðingur hjá Viðskiptaráði Takk fyrir að vera að koma þangað til næst Takk fyrir að fá mig